Atkvæðagreiðsla sameiningu sveitarfélaganna Garðs og Sandgerðisbæjar fer fram laugardaginn 11. nóvember næstkomandi. Kosning fer fram í báðum sveitarfélagunum. Í Sandgerði kosið í grunnskólanum í Sandgerði og í Garði kosið í Gerðaskóla. Kjörstaðir opna klukkan 9 og loka klukkan 22. Bæjarstjórnir beggja sveitarfélaga samþykktu á fundum sínum fyrir í haust að kanna hug íbúa til sameiningar að undangenginni vinnu KPMG sem tók saman skýrslu fyrir sveitarfélögin kosti og galla sameiningar. Efni þessara skýrslu hefur verið kynnt á íbúafundum meðal annars í þessari viku. Garðmenn fengu kynningu á mánudagskvöld og Sandgerðingar á þriðjudagskvöld. Á fundunum bauðst íbúum sveitarfélagana að koma með spurningar sem margir nýttu sér. Já, það ýmislegt sem að ber á góma hjá þeim. Það náttúrulega, getum við sagt bara allt frá því að vera hvar nýtt fjölnota íþróttahús á að rísa, hvar eldri borgarar eiga að búa, hvort þeir reisa nýjar íbúðir eða auka við þjónustu við eldri borgara, yfir það hvort að skólarnir muni sameinast og hvernig það verði þá. Þannig að það svona margt sem að, þau vilja fá að vita og svona komast að. Þú hefur aðeins verið að rýna í þessi mál fyrir sveitarfélögin, kosti og galla, sameiningar og annað slíkt. Hvað eru íbúarnir að fara kjósa í rauninni næsta laugardag? Það kannski rosalega erfitt að segja til það. Þessi fundur hér í Garði sem var að ljúka, það var nú svona, fólk var bara forvitnast og fá svona upplýsingar. Það var nú kannski ekki mikið einhvers konar áróður, en það vantilega að skipta skoðanir. Svona eina sem að ég get svona sett kannski reynt að geta mér til könnun sem þið að gera hjá Víkurfréttum. Það sem að 69% held ég hafi síðast verið sem að voru hlynnt í sameiningu, en ég kaus þar sjálfur, þannig að hún kannski ekki alveg að marka þá kosningu þannig séð sko. En það verður bara mjög fróðlegt og gaman að sjá hvað gerist og þetta hefur mikla sögu þetta svæði og spurning hvort það verið nýr kafli skrifaður á laugardaginn. Strax og kjörstofum verður lokað verða atkvæði talin í hvoru sveitarfélagi fyrir sig og síðan ætla fulltrúar Garðs og Sandgerðis að hittast á miðri leið milli byggðarlaganna og tilkynna úrslitin í beinni útsendingu sem verður á fésbókarsíðu Víkurfrétta. Það verður klukkan 23 á laugardagskvöld. Víða varð tjón á Suðurnesjum í óveðri sem gekk yfir síðasta sunnudag. Þakklæðningar losnuðu af húsum og margt lauslegt fór af stað. Bátar losnuðu í höfninni í Keflavík og björgunarsveitur höfðu í nægu að snúast. Hásjávað var þegar mesti veðurhamurinn var og gekk sjór á land bæði í Garði og Grindavík. Flæddi inn í hús í Gerðum í Garði og golfvöllur Grindvíkinga að húsatóftum að hluta undir sjó eftir veðurhaminn. Í kjölfar bilunar á flutningskerfi Landsnets sunnudagskvöldi 5. nóvember síðastliðinn hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar ítrekað bókun sem gerð var á aðalfundi samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 2016 en þar var skorað á ráðherra að beita sér fyrir öryggi í raforkumálum á Suðurnesjum. Í bókuninni segir að mikilvægt sé að Suðurnesjalína 2 verði reist sem fyrst. Flutningsgeta núverandi línu fullnýtt og hamlar núverandi kerfi uppbyggingu á svæðinu. Suðurnesjalína 1 eina tenging Reykjanesskagans við meginflutningskerfi Landsnets og hafa bilanir á henni valdi straumleysi. Það ekki ásættanlegt meðal annars með tilliti til þess að eini alþjóðaflugvöllur landsins staðsettur á Suðurnesjum. Leikfélag Keflavíkur frumsýndi í síðustu viku hið vinsæla barnaleikrit dýrin í Hálsaskógi. Uppfærslan sem í leikstjórn Gunnars Helgasonar hefur fengið mjög góða dóma og uppselt hefur verið á allar sýningar fram til þessa. Myndirnar með fréttinni voru teknar á frumsýningu síðastliðið föstudagskvöld. Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja hefur tvisvar með stuttu millibili þurft að fara að eyðibílinu Áslagsstöðum á Vatnsleysuströnd vegna elds sem komið hefur upp í útihúsum. Áslagsstaðir elsta uppistandandi íbúðarhúsið í sveitarfélaginu Vogum og Minja og sögufélag Voga hefur sýnt því áhuga að taka við húsinu og endurgera það í upprunalegri mynd. Það reynist hins vegar flókið þar sem margir eigendur að Áslagsstöðum. Myndirnar voru teknar við slökkvistarf á dögunum þar sem útihúsin brunnu til grunna. Þota Air Berlin sem haldið var á Keflavíkurflugvelli frá 20. október síðastliðnum vegna skuldar flugfélagsins við Isavia farin frá Keflavíkurflugvelli. Þar var hún í 10 sólarhringa en Air Berlin greiddi skuldina við Isavia á 8. degi til að geta endurheimt þotuna.
Flugtæki frá Keflavíkurflugvelli var sögulegt því þetta gæti verið síðasta flug flugvélar Air Berlin yfir opið haf en flugfélagið gjaldþrota og hætt starfsemi. Vélin var kyrrsett þann 20. október sem trygging fyrir ógreiddum skuldum Air Berlin við Isavia. Skuldirnar skiptu milljónum. Myndirnar voru teknar við brottför vélarinnar.